Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Við heilsum ykkur aðra vikuna í röð frá Grindavík. Núna eru aðeins betri fréttir því það var verið að vígja hér nýjan íþróttasal. Glæsileg íþróttaaðstaða komin hér í Grindavík. En það er fleira skemmtilegt í þættinum. Við förum að fylgjast með kindum í mæðraskoðun. Já, þið heyrðuð rétt. En við hittum líka unga konu sem vinnur við smíðar í Keflavík. En þetta og margt fleira komið með okkur. Kindurnar suður með sjó eru frjósamar. Á Suðurnesjum eru fjölmargir frístundabændur og þeir fengu sérfræðing norðan úr landi síðustu helgi til að telja fóstur. Við fórum í fjárhús í Sandgerði og Keflavík og kíktum í sónarinn. Þessi aðeins hérna. Hérna er eitt. Hérna er eitt. Hérna er eitt. Það eru semst tvö hérna. Svo snýi ég nefnarnum og þá er þriðja það. Ég held ég finn ekki, Jón vill ekki 4, þannig að við hættum í 3. Já, við vorum að telja fóstur í kindunum, hvaða mörg lömb væru í rollunum og ég reyna að koma hérna á hverju vetri til að gefa þeim það upp. Spenningur er mikill, alltaf. Eru þið svona forvitin að þið þurfa að vita hvað er í vændum? Já, og það er náttúrulega líka vandamál að menn missa svefn yfir þessu síðustu vikurnar því að það er farið að ringja í mig og svona hálfum mánuði áður en hann kemur og spyr er Gunnar ekki að fara að koma? Ég er svo spennt að ég er hætt að sofa sko. Þannig að þetta er sálrænt líka sko. Þið eru allir frístundabændur hérna suður með sjó. Hvað er þetta mikill búskapur hjá ykkur og hvað er þá í vændum núna í vor þegar þetta brestur allt saman á? Já, við erum allir frístundabændur og við svona, þetta er meira til gamans gert en það er gott að vita að hvort að séu margar 3-lemdar eða 4-lemdar. Þetta er að verða vandamál með frjósemi en þetta er nú mest til gamans gert og því að þetta er hluti af lífinu í sauðfjárræktinni. Hvað ertu búin að sjá í dag? Er mikið af lömbum á leiðinni? Já, þetta er bara, já, það er mikið af lömbum og hérna en kannski færri heldur en voru í fyrra og hitti fyrra. En það sem að ég sé núna sem er alltaf merkilegt það eru að byrja fóstur sem drepast mjög snemma. Þeir verða ekkert var við það fyrir þó það beri í vor sko. En það hef ég ekki séð áður. Er það eitthvað í náttúrunni sem veldur því? Það er spurning, það er nú mikið að gerast hérna undir ykkur. Þannig að það geti alveg verið. En þegar ég hef ekki séð þetta áður svona mikið. Þetta eru orðnar, við erum búin að fara á 5 staði og þetta eru orðnar einhverja 12 kindur. Sko. En þetta, ég sé þetta alltaf á hverju ári eitthvað. Sko. Þetta er ekkert alltaf óeðlilegt. Sko. Þetta er vansköpuð fóstur er bara gott að þau drepi strax sko. Þetta er svona óvenjulegt sko. Þessi er bara með 1 og sennilega hefur þú farið á stað með hana. Ég heyrði ykkur ræða hérna áðan að það væri frjóseminu er orðið meiri í rollunum í dag heldur en kannski bara fyrir ekki svo lengur síðan. Já, hún er orðið mikið, ég fer nú víða land og ég er að telja, fer nú bara ganni mínu hérna suður á Reykjanes og aðeins á Suðurlandi og síðan er ég að telja alveg frá Skagafirði og austur og Hérað og Borgarfjörð eystra. Og bændur eru náttúrulega að reyna að fá sem mest út úr sinni hverri rollu og þá er besta leiðin að auka frjósemina og fá bara fleiri lömb og þetta er orðið miklu meira heldur en var hér fyrir nokkrum árum, miklu meira. Þannig að menn eru farnir að leita uppi hrúta sem er að gefa þessu gott kyn? Já, við Norðurþingingar erum að senda þetta allt í hrúta hér suður á Reykjanes. Og nei, það er, jú, þetta er bara mjög sniðugt og Jón lenti nú í því í fyrra, það var mjög mikið að heimalingu, það kom mikið að lömbum.
og það gekk bara vel. Nú erum við farin að læra á þetta og við lærum alltaf. Hvernig þetta, Jón? Fer allir dagurinn í þetta? Bara að stumra yfir rollunum og svo eins og þú ert bara með lambahjörðina heima hjá þér yfir sumarið? Nei, ég segi það nú ekki, en hérna, já, maður gefur sér bara góðan tíma. Nú ég svona mestuleyti hættur að vinna og þetta svona mitt hobby og ég tek bara svona 1-2 tíma í þetta alla daga vetrarins og nú þarf ég ekkert að flýta mér því að þetta miklu styttra heldur en gólfið, sko, þannig að þetta ekki engin kvöð þannig lagað, nema bara drífum mann á lappir. Það þarf að gefa alla daga? Það þarf að gefa alla daga og brynna og sópa og ég geðum brauð, mikið brauð og það tekur hálftíma að brytja brauðið, ég brytja það smátt. Þannig að það fari ekki að éta heyið fyrir þeir eru búin að fá brauðið sitt, sko. Ertu þá að baka alla daga eða ertu eitthvað innan undir hjá bökurunum? Já, ég er svona innan undir hjá bökurunum. Ég hef nú ekki farið að smyrja ennþá en það er sumt smurt sem verður fá. En hvernig er þetta þegar þið eru að hleypa hrútunum á það? Þið þurfum að halda eitthvað bókhald yfir þetta, ekki getið leyft þeim að leika sér bara í hópnum einn dag og þannig að sauðburðurinn þarf að vera skipulaður í voruð ekki? Jú, allt skráð og skipulagt og menn við tala nákvæmlega undan hverju hvað er. Þannig að öðruvísi er ekki ræktun í stofninu. Eru þið eitthvað að skiptast á hrútum? Já, við skiptumst á hrútum. Sumir eiga engan hrút og fá bara lánaða og við lánum á milli og þannig að menn fá fjölbreytni í þetta. Liti og alls konar. Gunnar ber nú orðið alltaf mikla ábyrgð á minni ræktun. Ég á bæði forystukind og 2 hrúta frá honum þannig að hann ber nú alltaf ábyrgð þannig að hann verður að koma hér til þess að fylgja þessu eftir. En svo má bæta því við að hérna, ég kannski ekki bara að segja fjöldan af lömbónum í rollunum. Það er þessi frístundabændur að þeir til að gera vorið þægilegra sauðburðina þá samstilla þeir og ég get gefið þeim upp hvort að þeir halda á þessu fyrsta gangmáli eða 16-17 dögum seinna. Þannig að það munið alltaf miklu að þurfi ekki að vaka yfir rollu sem á svo að bera 17 dögum. Það er nóg of mikið fyrir Jón held ég. Þú veist hvað hættur að vinna. En það er mjög gott, sko. Og það verður nú að segjast eins og það er að hann er alveg geysilega magnaður. Ég held að það sé hægt að segja að undanfarið séu kannski 2-3 tilfelli á síðustu 10 árum sem hefur ekki verið rétt talið og þessar kindur sem hann segir að sé dautt í, að það er bara dautt og þannig að þetta er mikill kostur að fá þetta alveg reynd út en hann verður bara svo helviti montinn að ég fer að hæla honum mikið þannig. Þú ert snöggur að sjá þetta. Þú ert með greinilega næmt auga fyrir þessu. Já, þetta er nú eiginlega aðalega það að vera snöggur að giska. Nei, ég er mjög heppinn að ég byrjaði á að telja 2004 og ég er búinn að telja öll ár síðan og ég bara er svo heppinn að ég sá þetta lá mjög vel fyrir mér en maður þarf að hafa rosalegan áhuga á sauðfé. Þannig að þess að ég er frá byrjun febrúar og út mars hvern einasta dag undir rollu. Og ég er að fara á einhverja 300-400 bæi á landinu og ég bara er allan daginn í Fjárhúsunum. Reyndar er mér skellt í sturtu strax og ég kem heim. Það er svo mikið fjárhúsalikt af mér. En þetta er gaman, maður hittir mjög marga og þekkir orðið alveg gríðarlegan hópa fólki og þetta er svona kannski að meðaltali 5 menn á bæ og þá getur nú bara reiknað út hvað þetta er mikill fjölda fólki sem maður hittir. Sérðu eitthvað mun á fé milli landsluta? Já, það er aðeins munum. Þetta eru 2 eða kannski 3 stofnar, þetta er forystufé, það er náttúrulega allt öðruvísi. Og síðan er kollótt og hindistofnarnir sem eru náttúrulega ólíkir hver á sinn hátt þó að menn sé að blanda þetta en svo er á
sömum stöðum mikil rækt í kjöti og þetta er svona, já, þetta er munur á milli landshluta og milli bæja og það er bara gaman að sjá það og maður sér náttúrulega líka bara hvernig umgjörðin í kringum búfénaðinn, eins og við nú oft verið að tala núna í dag. Ég held að við Íslendingar megum vera stoltir að í langflestum tilfellum hvað við bara hugsum vel skepnur okkar. Það er bara mjög jákvætt. 2 nýir íþróttasalir í nýrri viðbyggingu við íþróttahúsi Grindavík voru formlega vígðir sunnudaginn 2. febrúar. Bjarni Már Svavarsson, formaður Ungmennafélags Grindavíkur, segir að nýju salirnir verði frábæri viðbót og muni gjörbreyta æfingaaðstöðu félagsins. Ungmennafélag Grindavíkur fagnar 85 ára afmæli þessar mundir. Er að ræða stóran keppnisvöll fyrir körfubolta, alls 900 fermetrar að flatamáli og annar minni salur fyrir aðrar greinar. Samtals nýja viðbyggingin rúmlega 2000 fermetrar að stærð. Framkvæmdi við hana hófust í lok árs 2017 en aðalverktakinn var Grindin EHF. Bjarni, hvaða þýðingu hefur þessi nýji salur fyrir Ungmennafélag Grindavíkur? Það hefur bara mjög mikla þýðingu. Þetta breytir því að nú höfum við 2 stóra körfuboltavelli til að æfa körfubolta og aðrar íþróttir. Það verða minni árekstrar. Mun þessi salur, nýji salurinn, verðið eingöngu með körfubolta hér? Til að byrja með allavega, já. Hinum megin eru línur fyrir allar aðrar íþróttir og skólinn nota bæði húsnæðin. Þannig að það æfingarnar og skólinn verða allir fyrr búnir á daginn. Nú hefur félagið verið stórt í körfubolta, kalla og kvenna og yngri flokka. Hvaða aðra greinar eru góðar hjá okkur? Sko, það eru 7 greinar hérna. Það er judo, taekwondo, fótbolti, karfa. Við erum með hjólreiðar, 5 leikar, já. Og judo og taekwondo fá nýja aðstöðu sem hérna upp á annarri hæð. Sem er bara mjög gott, af því þau hafa yfirleitt verið á hrakhólum og oft þurft að fella niður æfingar út af erfiðdrykkjum eða körfuboltaleikjum þegar þau voru í andirinu hérna. Þannig að þetta mun breyta mjög miklu? Þetta breytir öllu. Það breytir öllu. Það er mikill íþróttaáhugi í Grindavík? Já, hefur verið það lengi. Það er man ekki hvort það eru 800 nemendur í skólanum. Ég bara ekki með tölurnar alveg á hreinu en 450 skráðir iðkendur. Og einhverju jafnvel stunda meira en eina grein? Já, hérna er kerfið þannig að þú borgar eitt æfingagjald og mátt æfa alla greinar fyrir lítið æfingagjald. Mér minnir að það séu 45.000 á ári. Við vígsluathöfnina var einnig undirritaður samstarfssamningur við doktor Janus Guðlaugsson fjölþætta heilsueflingu eldri borgara í Grindavík en hann hefur náð frábærum árangri með hana í Reykjanesbæ, þar sem hann hóf verkefnið en einnig í Hafnarfirði. Ertu á leiðinni út? Það er alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Ertu að fara í flug? Það er tilvalið að koma með bílinn til okkar í Reykjanesbæ þegar þú fer í fríið. Tjónaskoðun, bílamálun og réttingar, bílrúðuskipti og viðgerðir. Bílbót EHF, Bólafæti 3, Njarðvík. Við sögðum frá nýju háhýsi byggingafyrirtækisins Húsagerðarinnar í Keflavík í síðasta þætti, en meðal 13 starfsmanna þess er ein kona, sú fyrsta sem starfar sem smiður hjá fyrirtækinu í tæp 50 ár. Hún heitir Helena Bergsveinsdóttir og er alin upp í Hafnarfirði, en dvaldi tíma í Noregi þangað til leið hennar lá í húsasmíðanám í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Við hittum hana við vinnu í háhýsi Húsagerðarinnar og ræddum við hana smíðavinnuna. Helena, húsasmiður, það er ekki margar unga konur í húsasmíði á Íslandi, eða það?
Nei, ekki svo ég viti til. Það hérna frekar húsgagnasmíði. Já. En húsasmíði, já, við erum allavega 2 hérna hjá þessu fyrirtæki og ég veit aðra sem í FS að læra. Þannig að... Þú, hvað kemur til og fórst í húsasmíði? Þú varst ekki beint að klára framhaldsskóla bara í einhver öðru námi á undan, er það? Nei, ég fór bara, pabbi minn er húsasmíðameistari og ég svo sem alltaf vilja frá því bara við mér að vilja vera húsasmíður. Þannig að ég ákvað að skella til þegar ég flutti hérna á Suðurnesin að fara í skóla. Hvaðan varst að koma? Ég bjó í Noregi í 6 ár, þannig að ég flutti hingað og fór í FS. Ég ætlaði nú að fara í tækniskólann sko, en svo var mér sagt að það væri kennt hérna, þannig að ég ákvað bara að skella til og fara hérna. Og hvernig var námið? Það var mjög skemmtilegt. Mjög fjölbreytt, lærði mikið. Hvernig kemur svo til að þú fer að vinna hérna í Húsagerðinni og ert að byggja hérna háhýsi við Keflavíkurhöfn? Herðu, ég talaði við Gunna, kennara sem er hérna í FS og ég spurði hann hvar ég gæti mögulega að fara á samning og hann benti mér á nokkuð fyrirtæki og ég byrjaði að hringja hingað og talaði við hann Áskell sem á Húsagerðina og hann var svolítið brugðið fyrst þegar ég talaði við hann og hann spurði mig, ég hringdi hann og ég sagði við hann hvort hann gæti tækið nema á samning, hann sagði já. Hvað er strákurinn gamall? Ég sagði, strákurinn, þetta er fyrir mig. Ég er 33 eða 4. Hann já, kona, já, ekkert mál, við skoðum þetta. Þannig að ég fór bara að hitta hann og fekk samning. Þannig að það bara, tók ég bara vel. Og hvað, voru fleiri stúlkur í náminu á meðan þú varst? Nei, ég var ein, menn ég var svo komu 2. Á sikkur og önnina eftir mér. Og það er önnur stúlka að vinna hérna, eða ekki? Jú. Hjá Húsagerðinni? Hún er núna að klára á eftir 5. önnina og klára samningi sinn. Þannig að við erum 2. Er ekki ágætt innan kallana að hafa eina stelpu með sér? Það var fínt þegar hún kom. Við gátum spjalla svolítið, ekki bara stráka hluti. Þannig að þetta var, já, góð tilbreyting. Það er gaman að hafa eina svona með sér. Já. Þannig að það er ekki alveg eins erfitt á kaffistofunni núna? Nei, það er ekki bara ef þeir fara að tala fótbolta eða eitthvað sem svona stráka, þá fyrir við bara að tala saman sko. Það er mjög fínt. Myndirðu mæla með þessari vinnu og þessu námi fyrir kvenþjóðina? Algjörlega. Ég hvet alla stelpur til að fara í húsasmíði. Þetta er bara, þetta var í gamla daga var þetta kallastarf. Það var allt svo þungt og svona. Þetta er ekki þannig í dag. Þetta er bara, við erum með tæki og tól til að lyfta öllu og þetta er bara skemmtilegt, fjölbreytt nám. Þú ert aldrei að gera það sama sko. Þannig að ég hvet alla stelpur til að allavega skoða það ef þær hafa áhuga. Og ég skilst á fórstjóranum að hann hefði sendið á krana, að læra á kranan. Herri, já, ég var nú með kranaréttindi þegar ég byrjaði, ég er með stóru vinnuvélaréttindin, þannig að ég var tekin út af krana og ég stýri krananum svona stundum. Já. Þannig að já, ég ákvað, þegar ég fekk tækifæri til að fara í þau, að láta mig taka mig út í það. Þetta er svolítið svona. Er það ekki? Er þetta ekki svolítið mála að stýra þessu? Jú, svona fyrst, þá var þetta svolítið, en þetta er fínt núna. Já, það? Já, þetta er mjög gaman sko. Þetta er svona brýtur hans upp daginn hjá manni að vera ekki bara að smíða og vera út að hífa. Já, þannig að það er ekkert í þessu starfi sem ætti að stöðva konur í að fara í húsasmíði? Nei, enga veginn. Konur geta gert þetta allt sko. Þannig að það er bara að gera, allavega að prófa og þú fílar þetta ekki, þá bara ferði eitthvað annað, alveg svo með allt annað nám. Það er bara að gera. Þetta eru flottar íbúðir sem þeir að byggja þetta? Það eru rosalega flottar. Þetta er alltaf að koma, við verðum með sölusýningu núna fljótlega. Já. Þannig að það eru rosalega flottar. Heyrðu, glæsilegt, bara takk fyrir spjalli. Já, bara takk fyrir að hitta mig. Grindvíkingar hafa á síðustu viku verið minntir og þyrmilega á ofurkrafta náttúrunnar eins og reynda stundum áður. Og á liðnum áratugum og árhundruðum þá hafa Grindvíkingar þurft að standa saman þegar á reynir. Og samheldni fólks í sjávarbyggðum eins og Grindavík hefur verið mikil alla tíð
og það var nauðsynlegt þeirra á völdum til að lifa af í harðri baráttu við óblíða náttúru og veðurfar. Og hér hefur fólk stundum tekist á og látið skoðanir sínar tæpitungulaust í ljós. En þegar á reynir, þá standa íbúar saman sem einn maður og fagna líka saman þegar ástæða er til. Og með tilkomi björgunarsveita og þeirra fjölþætta búnaði, betri skipa og aðbúnaði sjómanna, ekki síst slysavörnum, fræðslu, æfingum og þjálfun, er svo komið að sjóslys heyra til algerra undantekninga. En þessa mundir þá stöndum við frammi fyrir annars konar áskorun en sjóslysum, forðum, og það er að sjá til þess að hugsanleg náttúruvá valdi ekki í slysum á íbúum og öðrum þeim sem hérna dvelja. Og með vel undirbúnum viðbragðsáætlunum, fræðslu og samstillt átaki að þá göngum við fumlaust til verka. Við njótum góðs af afar færum jarðvísindamönnum, öflugum björgunarsveitum, almannavörnum og öðrum viðbragðsaðilum. Tæknin og tólin sem við búum nú yfir og ekki síst stöðug vöktun á jarðhitakerfinu eru þess eðlis að við getum fumlaust búið svo hnútana að öllum verði hér vel borgið. Við þurfum að fylgjast vel með framvindu mála, leita upplýsinga og kynna okkur vel hvernig skuli bregðast við ef aðstæður breytast. Lífið sjálft er stundum eins og keppnisíþrótt og þar skiptast á skin og skúrir. Gleði og sorg eru tvær systur. Þessar mundir er íþróttin sú að íbúar Grindavíkur vinni sigur og að bæjarfélagið okkar verði áfram griðastaður, skjól og vettvangur öflugs mannlífs og atvinnurekstrar ókomin ár. Með öllum fagnast vel. Ef til goss kæmi við Grindavík verður hægt að ýta upp varnargörðum til að stýra hraunflæði. Starfsmenn verkfræðistofu Suðurnesja hafa undanfarið skoðað hvernig verja megi byggð og önnur mannvirki fyrir hugsanlegu hraunflæði ef til eldgoss kæmi vestan við Þorbjörn. Sú leið sem mönnum finnst vænlegust er að ýta upp varnargörðum með stórum jarðýtum. Þetta yrði útfært þannig að notaðar yrðu 6 til 8 jarðýtur af stærstu gerð sem myndu ýta upp varnargarði eða görðum sem myndu leiða hraunrennsli frá byggð og mikilvægum mannvirkjum, segir Brynjólfur Guðmundsson, framkvæmdastjóri verkfræðistofu Suðurnesja í samtali við Víkurfréttir. Magnús Tumi Guðmundsson, jarðeðlisfræðingur hjá Háskóla Íslands, er af sama máli og starfsmenn verkfræðistofu Suðurnesja. Hann segir að reynslan úr Vestmannum sé svo að hægt sé að hafa áhrif á hægfara hraunrennsli. Þegar gosmál eru rifjuð upp frá Vestmannum þá var einmitt Suðurnesjamaður sem kom með hugmynd hvernig mætti hafa áhrif á hraunrennsli á sínum tíma. Magnús Tumi segir menn hljóta að grípa til aðgerða eins og mögulegt er, eins og að nota jarðýtur og dæla vatn. Já, reynslan úr Vestmannum sýnir að það er hægt að hafa áhrif. Hins vegar ef það er svona, hvað maður segja, hægfara hraunrennsli og það er hægt að hafa áhrif á það en svona þegar svona fyrsta sólarhringin eða 2 þá hefur nú erfitt að koma hlutum við en menn sjá það nú alveg fyrir sér og það hefur verið rætt að ef að verða svona gosa þá hljóta menn að grípa til þeirra ráða sem mögulegt er og nota jarðýtur og hugsanlega dæla vatni og slíkt. Það er auðvitað lítur að koma til álita og skoða það hvort að það sé að koma því við. Þetta er bara hlutir sem að þarf að skoða og svona velta fyrir sér á næstunni að ef til þess kæmi á að gera eitthvað svona. Þetta er bara, við erum náttúrulega, ef eitthvað svona gerist, þá verðum við náttúrulega að slást með þeim ráðum sem að til eru og við þurfum ekki að gefast upp og horfa á bara hlutin að gerast ef við teljum að við getum haft áhrif. Það er bara hlýtur að vera Grindavík náttúrulega ef menn teldu að það væri eitthvað í hættu hér og það væri hægt að vera með fyrirbyggjandi aðgerðir
Þá ég efast ekkert það að það myndi maður ganga undir mannshönd og allir koma með þær jarðýtur sem hægt var að koma með og dælur og setja allt í gang. Það mjög mikil vöktun hjá okkur á þessu svæði núna. Er þetta ekki mjög vel monitorað orðið þetta svæði? Jú, það Veðurstofan er með jarðskjálftamæla og GPS mæla og Háskóli Íslands og Jarðvísindastofnun, þar sem ég starfa nú. Þar eru rekur í samstarfi við HS Orku GPS mæla til að fylgjast með breytingum og síðan HS Orka með mæla sem fylgjast með gasi og þeir fylgjast með mögulegum breytingum í vatni í jarðhitakerfinu og það verið að bæta í þetta allt saman. Íslenskar orkurannsóknir, ISOR, þeir hafa verið núna síðustu daga að nota sem kallaði þyngdarmælingar til þess að skoða hvort það eru breytingar frá eldri tíð og sérstaklega til þess að geta þá gert svona mælingar aftur til að sjá hvaða breytingar verða á næstunni. Þannig að það er allir með í þessu og gera það sem getað og yfirvöld hafa sagt að það verði ekki til spara til þess að láta gera það sem þarf. Við þökkum ykkur kærlega fyrir áhorfið en viljum í lokin segja ykkur örlítið frá starfsemi Víkurfrétta. Blaðið okkar fagnar 40 ára afmæli á þessu ári og við höfum verið að rifja upp eldri og áhugaverð mál sem birst hafa í blaðinu að undanförnu. Við erum að skrifa fréttir og fleira fróðlegt á Víkurfréttavefinn www.vf.is á hverjum degi. Þetta er orðin okkar öflugasti fréttamiðill. Svo erum við í golfi, já, nýjar golffréttir á hverjum einasta degi á kylfingur.is. Þessi þáttur sem og eldri þættir Suðurnesja Magasíns eru aðgengilegir á Víkurfréttavefnum þar sem þið getið horft í hágæðum í snjalltækjunum ykkar eða tölvunni. Við þykjum ábendingar gott efni í okkar miðla hvort sem það eru rollur eða rífandi stemning einhvers staðar á Suðurnesjum. Sjáumst að viku liðinni. Takk fyrir og verið sæl.